Komið sæl og blessuð, ég heiti Friðberg Einar Traustason og ég lofgjörðarleiðtoginn í Lofstofan Baptistakirkja og þú ert að horfa á Apologia sem netáttura sem við förum yfir allskyns málefni sem tengjast kristni trú og í dag viljum við tala hægt að hafa kristna trú sem bara einhvern svona auka hlut í lífinu mínu? Get ég lifa bara smá fyrir Guðurinn og get ég raun og veru bara haft Guð sem svona, hvernig ég hef alltaf sagt þetta, getur Guð verið franskarnar og lífið mitt vera borgarinn, skilur. Get ég haft hann bara svona eitthvað til hliðar, eitthvað til þess að gera lífið mitt aðeins betra en ekki það sem þetta snýst og við sjáum þetta rosalega mikið í menningu, við sjáum rosalega mikið af fólki sem kalla sig kristna sem segir já ég er kristinn, já ég trúi að Jesús Kristus er Guð og allt það en þú veist, ég fer ekki í kirkju, ég lifi ekki fyrir hann, ég lifi fyrir mín eigin gildi og það sem ég sjálfur vill lifa fyrir en hann er bara svona auka hlutur, bara svona einhver bónus, eitthvað sem ég get farið til þegar mér líður illa og svoleiðis. Þannig að við skulum kíkja á hvort að þetta sé skilgreiningin á kristni samkvæmt Jesú Kristi og ég held að Jesús Kristur veit best hvað kristni er því að veist, hann er miðpunkturinn á kristni trú. Þannig að við skulum kíkja í Mattheusar Guðspjall 16, 24-26. Þá mælti Jesús við lærisveina sína, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfan sér, taki kross sinn og fylgi mér. Því að hver sem vill bjarga lífi sínu mun týna því og hver sem týnir lífi sínu mín vegna mun finna það. Hvað stóða það manninum að eignast allan heiminn og glata sálu sinni? Eða hvað gæti maður látið til endurgjalds fyrir sálu sína? Þannig að við sjáum greinilega þarna. Hann er ekki málamynd, hann er ekki með eitthvað svona hugmyndi yfir kristni sem að, þú veist, hann segir ekki, já hver sem vill fylgja mér, svona komi bara þegar ég viljið og geri þetta svona eins og það passa við lífið ykkar, svona leyfið mér bara að vera svona eitthvað smá með, eða þú veist, hafi þetta bara sem einhvern aukar hlut sem þið gerir kannski á sunnudögum en annars þið bara að gera ykkar þeng. Hann er greinilega að segja, ef þú ætlar að gera þetta þá átt að vera allt lífið þitt. Ef þú ætlar að fylgja mér þá átt að vera það sem líf þitt snýst og ef þú veist ekki hvað þýddi að bera kross, eins og hann er að segja hérna, hver sem vill fylgja mér afneiti sjálfum sér, taki krossin og fylgi mér. Ef þú veist ekki hvað var að bera kross, þá var það, þú sást einhvern berandi kross og þú veist þessi manneskja er að fara að deyja. Og hann er að segja, þeir sem fylgja mér, þeir sem lifa fyrir mig, eiga að vera tilbúnir að gera nákvæmlega sama. Þeir sem eru að lifa fyrir mig eiga að vera tilbúnir að taka upp krossin og segja, já, ég ætla að fara þessa leið. Og þannig að pælingin passar það við hina skilgreininguna af kristin trú, passar það við þessa pælingu af kristin trú er bara einhvern fallegur hlutur til þess að hafa í lífinu mínu sem svona bónus með öllu öðru með vinnunum minni og hvað sem það er sem eru kannski fínir hlutir eða á kristin trú að vera miðpunkturinn á lífinu okkar, á þetta að vera það sem það snýst fullkomlega og mér sýnist textin vera að segja bara mjög greinilega að við eigum að gefa líf okkar fullkomlega til Jesú Krist, við eigum að leggja niður líf okkar fullkomlega til Jesú Krist sem kristnir einstaklingar og tilbúnir að jafnvel deyja fyrir hann og það bara hljómar ekki eins og einhver auka hlutur, það hljómar ekki eins og einhver bónus í lífinu mínu, það hljómar eins og Jesús Kristur á að vera lífið sjálft og á að vera það sem ég fullkomlega fylgja á eftir með öllu lífi mínu, allri þrá minni og öllum áhuga mínum. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meira kirkjuna sem framleiðir þessa þætti þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomur hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.